Konur eru 20% þeirra sem talað er við eða fjallað í fréttum hér á landi samkvæmt niðurstöðum alþjóðlegra rannsóknar. Hlutur kvenna í fréttum minni hér en annars staðar á Norðurlöndunum. Það þekkt staðreynd að konur eru minna áberandi í fréttum en karlar. Global Media Monitoring Project alþjóðleg rannsókn þar sem helstu fréttamiðlar í 114 löndum voru vaktaðir í einn dag, 25. mars síðastliðinn. Stærsta fréttin í heimspressunni þann dag var brotlending farþegaþotu Germanwings. Meðal annars var kannað hversu oft var talað við eða fjallað konur í hvers konar fréttum og í hvers konar hlutverkum. Háskóli Íslands tók þátt í rannsókninni hér á landi og greindu rannsakendur fréttir hér í útvarpi, sjónvarpi, dagblöðum og á netmiðlum. Helstu niðurstöður eru að konur eru 20% þeirra sem talað er við eða fjallað í fjölmiðlum hér á landi. Karlar eru 80%. Hlutfall kvenna í fjölmiðlum hér á landi er lægra en á hinum Norðurlöndunum. Í Svíþjóð voru konur 31% þeirra sem var fjallað eða rætt við í fjölmiðlum. Í Finnlandi var þetta hlutfall 27%, 24% í Noregi og 23% í Danmörku. Og fleira kemur fram. 31% frétta í íslenskum fréttamiðlum var fluttur eða skrifaðar af konum og 69% af körlum. Fréttakonur hér á landi flytja hlutfallslega færri fréttir en í löndunum sem könnunin náði til. Þorgerður Einarsdóttir, prófessor í kynjafræði við HÍ. Þessi könnun tekur aðeins eins dags, hversu marktæk er hún? Hún náttúrulega mjög marktæk að því leyti að þetta samræmd könnun í fjöldamörgum löndum, 114 löndum og aðferðafræðin alls staðar eins, þannig að þetta sama mælingin í öllum löndunum og þetta sama aðferðafræði og hefur notuð 4 sinnum áður, þetta 5. sinn sem þetta gert. Þannig að hún mjög marktæk að því leyti. En ef þú ert að meina hvort að niðurstöðurnar taki mið af því sem gerðist þennan eina dag, ég vænti þess að þú sért svona í að því líka. Já, ég bara spyr. Að það má kannski segja að ef til vill gera það voru þarna dramatískir atburðir. En ef við hugsum bara síðustu vikur að þá lífið fullt af dramatískum atburðum og kannski hefði hvaða annar dagur sem gefið þá svipað skekkju ef okkur finnst það skekkja. Nú það hrein tilviljun örugglega að í þessum fréttatíma akkurat rættu jafnmargar konur og karla en þessi slagsíða hefur verið lengi til umræðu og það ljóst að hluti skýringarinnar sá að það eru fleiri karlar í stjórnunarstöðum og þannig viðtalsefni. En getur verið einhver tregða hjá fjölmiðlunum líka? Já, þessi skýring, hún dugir ekki til. Henni hefur verið haldið á lofti lengi, bæði af fjölmiðlafólki og svona almannarómi. En við erum nú nýbúin að sjá að við erum, held ég, 7. árið í röð með minnst kynjabil hjá World Economic Forum, kynjabil í heiminum. Og við vitum að þetta lægra heldur en hlutfall kvenna við valdastöðum og við stjórnvölinn gefur til kynja, jafnvel þó að það sé þetta tregða hjá fjölmiðlum? Ég held að séu margvíslegar skýringar. Ef við tökum af hverju við stöndum okkur af hverju við erum með lægra hlutfall heldur en Norðurlöndin og höfum lækkað hjá okkur, að þá gætu það verið hræringar af fjölmiðlamarkaði síðustu árin. Við vitum það ekki, það kallar á frekar rannsókn á því. Kannski hefur það aukið hraðann, en annað væri að skoða bara þessa hluti í víðara samhengi, menningu fjölmiðlanna sem partur af svona því kynjakerfi sem samfélagið í heild sýnir. Þorgerður, þakka þér fyrir komuna í beina útsendingu til okkar í Myndverið. Takk fyrir. Og meira af